Það væri bara alltaf eins. Þú veist, það væri sama tíska á Íslandi í dag og á London. Það væri þetta með sverð og hætti ykkur fokkin skikkju með svona lappa, fokkin hata lappa by the way. Það er þreytt að geta eðlilega fokkin fljótt. Og þú að funda menn pælið aðeins í því hvað hvernig er í raun að byggja. Segjum að ég fyrir að gegja upp. Bara eitthvað sem auðvitað öllum lífið, spara tíma og bara drullu næs. Félaginn minn sjá þetta og veist það sniðugt. Svona fleiri fá þetta. Og svo fleiri. Hvað það? Það er bara hægt að það. Máttu bara ekki vera að missa. Því leið fullt af fólk vill þetta, þá er þetta með í tísku. Bara mótið því líka. Fattið hvað þið fáið. Ekkert náttúrulega tísku, þá var engin góð hugmynd á flugi. Það var allt bara degi á fyrsta börnum sem datt í hug. Fattið ekki hvað fáránlegt. Nei, hvað er planningur nú? Þegar við finnst tíska í alvöru svona umuleg, þá vil ég bara losna við hana. Hvernig ætlaði að gera það? Hver er lausningin hér í kvöld? Þegar við finnst einhvern veginn að eiga tísku, þá þurfum við að tryggja það að allir hlutir séu jafn óvinsalir eða jafn vinsalir alltaf. Þannig engin heitir frasar, engin einkenndi föt, bara allir að gera eins mismunandi hluti og hægt er. Þannig að 50% sem gera eitt og 50% gera eitthvað annað. Þetta er svo ungtur kókupæling að við á bensanum til með þess að fokkin hlæja þetta. Wow, það var þess að pælingar á kellinu. Ég er nú alls ekki pælari venjulega en þegar kannar maður á móti tísku og öllu sem mun og hefur verið vinsælt, bara gist að sjálfkrafa. En til að einfalda með lífið, svo getur það að skrifa svör eftir þessu ræðu og því hendi gömlu góðu 3 spurningarnar. Númer 1, hvernig ætlið þið að breyta tísku? Því það hlutir sem vinsalir bara óumflýjast mannum eðli. Númer 2, hvernig það tryggja það að allir hlutir sem jafn vinsalir eða jafn óvinsalir alltaf allstar í heiminum. Númer 3, hverju fokkar funduðu sveppina? Var það hringur kring Miklubraut og Valabarnið skeifinu? Góða gestir, tíska hefur og mun alltaf vera til. Það einhver hlutir sem vinsæll en aðrir. Það var bara snilld. Mér fannst snilld þegar fólk var það vinsæll. Það var ekki vanlega hluti skemmtileg. Og mér bara eini brósinn endast á kortinu. Hvernig mætti hingað til að mæla mútið því að hluti geti spillt fólk, að góðar hugmyndir geti dreifst og hópar geti átt eitthvað saman sem dreifist nett. Því það mæla mútið hlut sem óumflýjanlegur hluti af mannlegu eðli í undanúrslitum morfís bara helvíti brött brekka. Frummælandi meðmælanda talaði 4 mínútur og 38 sekúndur. Næst upp í pontu er frummælandi andmælanda. Velkomin. Ég man þegar ég var 7 ára. Ég bjó heima, enda 7 ára. Og bróðir minn sem þá var 15 átti fullt af vinkonum. Alveg svona heilan hóp af vinkonum sem ég þráði ekkert heitar en að líta út eins og. Ljóst hár, skinny, Adidas leggings, choker, bomberjakki og fokking síðir stuttarnáttúrir. Og punkturinn yfir yfir, bandana. Vá, hvað ég man. Ég grátbað mömmu að koma með mér í H&M og kaupa föt svo ég geti verið alveg eins og þær. Ég segi þetta að því ég var að finna myndir af mér á þessu tímabili 7 ára klædd eins og munkur með rautt bandana og choker sem að vera ólöglegt en það fucking ógeðslegt. En allavega, já, ég sá þessi myndir og ég hugsaði með mér, vá,
Mér langaði bara ekkert að vera í þessu. Mér langaði bara að tilheyra og vera eins og allar sætu vinkonur bróðurins. Fundarstjóri, dómarar, andaldur og gestir, sorry, leng saga. En mér finnst hún svolítið kjarna umræðni kvöldsins. Af hverju tíska svona næs? Af hverju fylgjum henni og hver raunverulegur ágóði tískunar? Og ég spyr að þessu að ég skil alveg eftir fyrir að hafa tekið meðbólinn. Það það sem maður hugsaði fyrstu. En ég, Chris, eldaði í samningsviðræðum því ég veit spurningum og þær eru alls ekki í vil. Byrjum við það shit. Tíska nefnilega ekkert annað en ríkjandi venja samfélags, óháð því hversu góð eða slæm hún kann að vera. Þegar eitthvað svo vinsælt að við erum tilbúin að framkvæma það. Jafnvel þó svo við líki ekki við það. Og við sjáum þetta allstað. Þetta nefnilega ekki bara bundið við uppfjöld eða fatastíl. Ó nei. Við sjáum þetta í fjarskiptageiranum, tæknigeiranum, kvikmyndaiðnaðinum, fata- og leikfangaiðnaðinum og í snyrtivörugeiranum nefnt. Þessir geirar eiga það allir sameiginlegt að þeir þrífast á neysluhyggju okkar og tískunni sem ríkjandi í samfélaginu á þeirri stundu. Fyrirtæki sækja það it-girls og it-boys og setja þau fram á vöruna sér. Markaðstími skipið hundruðum einstaklinga sem sjá það að skoða hvað vinsælt hverju sinni til þess eins að geta selt eins mikið og hægt Því þau vita að þau geta það. Og svona þetta alltaf. Bara næsta tíska og við höldum áfram að kaupa til þess eins að gera það. Og við kaupum þetta hvert einasta sinn. Ég meina til dæmis Dubai Chocolate. Öll fyrirtæki heims bjuggu til veru og skelltu Dubai framan á hana og hún seldist upp. Því þau vissu að við myndum kaupa þetta. Og við höfum öll brennt okkur á þessu áður. Ég meina, Kristján keypti sér 45 Labubus og Gulla á alla nettagalla í öllum litum. Því við skiljum alveg af hverju við erum svona. Við viljum öll fá að tilheyra og okkur langar líða eins og öllum öðrum. Og gera það sem flottast, best eða mest inn. En þetta á alls ekki bara við föt eða stóriðnaði, nei, tíska birtist okkur í öllu sem við gerum. Pólitík, skoðun, hegðun, mataræði, líkamsbyggingu og svo lengi gæti ég talið. Við sjáum bara til dæmis í pólitík akkurat núna, hvernig fólk hoppar á einhverja tísku bylgjur sem fara jafnvel gegn þeirra eigin samfélagi. Við sjáum hvernig innflytjendahatur í tísku hjá ungum mönnum en woke í tísku hjá ungum konum. Hvorug fylkingin virðist fylgja þeirra eigin samfélagi og úrverður upphrópunarstríð hvor séu verri manneskjur. Og þetta hefur alltaf verið svona. Maðurinn til þess sneigður að elta hjörðina. Og taka eftir, góðu gestir, að ef FG ætlar að tala eitthvað frelsi eða tjáningu sem tíska býður upp á, þá þeir bókstaflega að tala í þversögn. Þau tala frelsi en tíska snýst ekki frelsi, þetta samræmi. Hún þrífst á því að fólk fylgir því sem vinsælast hverju sinni, sama hvað þeim finnst það. Og jú, auðvitað getur fílað það sem í tísku. Ég meina, ég á Adidas sambaskó og ég fucking elska það. En þetta snýst það að nota gagnrýna hugsun. Stíga tilbaka í 3 mínútur og spyrja hvað ég að gera. Vil ég þetta og mun ég njóta góðs af þessu? Við vitum að tíska gengur í hringi. Adidas sambaskór eru búin að vera í tísku í þó nokkuð ár en þeir voru líka í tísku fyrir svona 20 árum. En þess á milli sáist þeir ekki. Til þess að tíska sé möguleg þarf einhver að fara á mótinni. Það þarf einhver að finnast eitthvað raunverulega flott, óháð því hvað aðrir segja og klæðast í. Forsenda tísku að einhver fari á móti tískunni og myndi sinn eigin stíl. Og ég veit að ekki vera að bíðast að ég myndi nefna þetta, svo hér kemur það bara. Goddamn tísku iðnaðurinn. Iðnaður sem byggist á 8% heildarlosun gróðurhúsalofttegunda í heiminum. Iðnaður sem þrífst á barnaþrælkun. Já ekki, ég sagði það, barnaþrælkun. Iðnaður sem spilar með fólk eins og peð og allt gert til þess að skila eins mestum gróða í kassan og hægt og iðnaður sem keyrir á kostnað plánetunnar, á kostnað starfsaflins og kostnað okkar eigin virðingar. 1 og 2 og 3 og 4 núll fyrir mér, bitch. Góði gestir, tíska lofar frelsi en krefst samræmis. Hún selur okkur sjálfstæði en verðlaunar að við séum eins og allir aðrir. Og meðan græða stórfyrirtækin. Mengun eykst og eftir sitjum við með fullt af drasli sem við vildum aldrei í raun. Svo spurningin sem situr eftir einföld. Erum við að velja eða verið að velja fyrir okkur? Og ef svarið hér seinna, þá kannski komið tími til að hætta að fylgja tískunni og byrja að hugsa sjálf. Eða hvað ekki? Reynið að sannfæra mig annað. Ég að hlusta.
Frummælandi andmælanda talaði í 4 mínútur og 37 sekúndur. En næstur upp í pontu meðmælandi meðmælanda. Þú hefur 7 mínútur.
Þú hefur 1 mínútu. Þú sér. Andrea sagði þér svona tilfinningarung var að koma í svaka tísku í Morfís. Svo, ég ætla bara að prófa þetta og sjá hvort ég næri mér ekki í ykkur auka stíð á dómnefni. Fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, hann John F. Kennedy, sagði eitt sinn: ekki spurja hvað land þitt getur gert fyrir þig, heldur hvað þú getur gert fyrir land þitt. Núna ákvað ég að prófa eitthvað nýtt. Ég er nefnilega bara svona opinn gaur. Maður veit nefnilega aldrei hvort maður fíla eitthvað nema maður prófið það, heyrðu það minni. Og daginn var ég bara eitthvað æðingjörn. Svo ég prófaði eitthvað nýtt. Ég prófaði að lifa lífi tvennskjælings. Ég algjörlega boykottaði alla tísku einn dag. Ég ætla ekki að ljúga, það var bara vesen. Ég meina, það er svo mikið í tísku í dag. Ég vissi ekki alveg hvernig ég átt að byrja daginn þegar ég tók kottnís úr rúminu mínu og fór fram. Ég þurfti nú að fá mér eitthvað að éta, en sjáu þið til, ég mátti ekki fá mér hvað sem er. Ég þurfti að fá mér notaðan kaffikorn og sússaðan rútspung. Hvað nú? Það er ógeðslegt! Af hverju mátti ég ekki bara fá mér seriós? Nei, það er alltaf mainstream. Ég er hvernig, ég er ógeðsleg, fuck it! Ég var ekki búinn þarna klukka bara á 9, allir daginn eftir og ég var ekkert spenntur. Ég þurfti vist að klæða mig í eitthvað, svo ég fyrir grunnsnápbuxur, alfa-peysu og regnbogastífla líftisstu. Mig langaði bara frá Laugaveginn, en nei,
frekar en vinsælt, en ég neyddist til að fara á fucking fríkirkju. Ég gekk verið ótískulega, heilsaði einhvern siðblindum kvenskælingum og kom svo til Stínu frænku sem býr í nágrenninu, sem by the way, ömurleg gerða. Ég bankaði þetta upp og spurði hvort ég mætti ekki kíkja inn fyrir. En fyrst íslenska vinsælasta tungumál á þessu skeri, þá þurfti ég að segja á tælensku Kokobai kanai daimai! Hún skildi mig væntanlega ekki raskat, en leifti mig svo loks inn. Ég vildi bara fá mér ölser og horfa á Liverpool-leikinn. Nei, það má ekki. Svo Stína fengum okkur illa í Mannlanda og vorum á undanúrslit heimsmeistaramótsins í botsa 2001. Þarna kom það, ég fekk algjörlega nóg. Ég algjörlega veist að ég kýldi Stínu frænku, ræddaði í London og drullaði mér heim. Hvernig sjáum við ekki hvað þetta fucking glata system sem að bjóða upp á þetta? Af hverju má ég ekki bara horfa á leikinn og drekka heiðarlega Bud Light? Kristjana talaði umhverfisáhrif. Þú lætur eins og við viljum meiri fucking mengun. Við viljum bara fólk stundi hóflega neyslu og hlutir mega vera vinsælir sem by the way tíska. Við megum ekki nefna einhvern lélegan hlut og nýta það sem gallhörð rök. Kristjana talaði barnaþrælkun, ógeðslega stór fyrirtæki nýta sér barnaþrælkun og það eðlilegt. En það ekki tíska að vera með þræla. Þú veist hvað á barnaþræla? Við erum harðilega á móti því án þess að vera á móti tísku sjálfur. Þetta svo mikill útusnúningur að hálfa væri nóg. Ok, what? Af hverju það látt eins og það sé krafa að fylgja vinstri tísku? Bæði eru til þúsundir tískubylgja og þú getur alltaf bara verið þú og fundið þinn hóp. Burtséð frá því ef allir myndi bara gera sitt, yrði það bara vinsælt, sem sagt nýja tískan. Drulllegur af okkur pól! Hvernig segir tíska ekki vera frelsi? Vittu, þetta heimskustu rökmorf í söguna. Bæði máttu bara velja að taka þátt í tísku og ef það væri bannað að fylgja sem sagt vinsælt, sem sagt samfélagið sem við viljið, hvernig fokkanum væri það frelsi? Hvernig spyr af hverju tíska svo næs? Tíska bara það að hlutir geta orðið vinsælir. Það bara fokkin næs. Ef okkur finnur upp á algjörðu snilt, af hverju má ekki bara ákveða að fylgja þér? Af hverju viljið þið að allir þurfa að finna upp á svona eigin shiti? Jæja, Kristjana mín, þú veist það eiginlega og passar ekki inn í tísku vinkona bróðins, en málið með tísku að það bara til svo fokkin mikið af því. Jafnvel fyrir 7 ára Kristjáni. Jafnvel þótt þú passar ekki inn í einhvers staðar, þá máttu vita, já, og þið öll, að það eitthvað þarna fyrir ykkur. Þú veist, við erum bara þeim meira það síðar. Góði gestir, hvernig veit það kannski en þú handa mömmu mína? Hún bara svo duglega að prjóna, ekkert eðlilega hátískulega flýkur á mér. Ætti því bara mæta eitt í mín, taka mömmu mína hólstakki og garga. Nei, ekki prjóna sokk og svolinn. Hei Gulla, kveiktu peysunni. Marta, sonur þinn á að vera allsbyr. Fokking verður. Dómarar, ef þið vilja að hvernig gerir það, sleppið því bara að gefa mig tímur. Meðmælandi talaði í 3 mínútur og 57 sekúndur. En þá komið meðmælandi andmælanda. Þú hefur 4 mínútur.
Þú hefur 1 mínútu. Þrjátíu sek. Fundarstjóri, hellistúar, what a concept. Húka búka sittið. Þeir eru andreins ástand fyrir því ég get bara eitthvað fengið mér pizza og þeir bara eitthvað fundu upp eld. Rík! Húka búka, stein! Búm! Eldur! Og þeir bara eitthvað gerðu það. Og vitið hvað það besta er? Þeir gerðu það án þess að hugsa út í hvað öðrum fannst það. En nei, í dag er þetta ekki svona. Ég fann mér 1 bjór á laugardegi og við erum bara ómáttætt daginn eftir að við fáum okkur ekki Happy Hydrate, Hydrate Mia, Hydrate 2, Hydrate Össe, Hydrate Kids, Resort, eða nei, ég var Indian, Satet, og shit! Af hverju er til svona mikið af steinefnum? Og líka bara, hvað gera steinefni? Svarmestu ræðutak. En síðan líka bara, pekka mann síðan. Við erum alltaf bara eitthvað að gera eitthvað til að þóknast öðrum sem mest. Ok, segjum að ég sé bara eitthvað búin að ákveða að fara í bæ með gælunum og myndi hendi hérna stelpur. Ég var eitthvað spókurt við að prófa eitthvað annan ánda í kvöld. Þá fengi ég svar sem hægist íska svona. Og ég myndi enda á átó og drekka bara því það er svona skinny drykkur og er í tísku. Á dansskólanum með 70 strákur sem hata til konur. Að hlusta á einhverja tónlist eftir 17 ára gauð sem hata líka konur. Í einhverjum reykfylltum kjallara og ekki eins og flag því ég er brók að ég eyði öllum peningum mínum í shit sem ég þarf ekki. Ég nenni þessu shit!
svo brók. Og síðan kaupum við alltaf nýjasta iPhone símann. Þegar ég bið fólk hleðslutæki og segist vera með gamla hleðslutækið, horfir það á mig með augnaráði eins og ég hafi verið að drepa hvolp. Ef ég ekki farið til tenni jólin ég skrítinn og ef ég ekki búin að smakka nýjasta Nokkoinn ég asnaleg og svo lengi get ég talið. Þið vita vel ég rétt fyrir mér eftir og allir hérna inni líka. Svo ég spyr eftir, af hverju gerum við þessa hluti og af hverju gott að fylgja tískunni ef það eina sem við gerum að veita okkur fast sjálfsöryggi og gera okkur kvíðin? Svarið mér á meðan ég svara ykkur. Vinni vildi meina að við þurfum að mæla gegn því að hlutir geti verið í tísku. Vá, hann læs! Við mælum vissulega gegn því að fólk finni sig knúið til þess að gera það sem inn hverju sinni. Jafnvel þegar það fer gegn eigin sannfæringu. Við mælum gegn forsendu iðnaðarins sem þrífst á barnafræðkun og spillingu jarðar. Þessu mælið þið hins vegar með. Og Vinni, við viljum ekki að hlutir séu vinsalegir bara því þeir eru. Við viljum að fólk geri það sem þau vilja, sama hvort það í tísku eða ekki. Og ef allir eru sammála til dæmis það að þessi ræða þín var það leiðilegasta sem ég hef neyðst til að hlusta á síðan, bara ever, þá það líka bara fínt. Og Haukur, baby, þú mátt alveg gera það sem þú vilt. Það einmitt það sem við tölum fyrir hér í kvöld. Getur fólks til að gera það sem það vill. Ef það í tísku, fínt. Ef það ekki í tísku, líka fucking fínt. Haukur sagði að allir gætu fundið eitthvað í tísku sem hentar þeim. En af hverju finna það í tískunni, Haukur? Sleppum þessu. Sleppum þessu millið og fylgjum okkar eigin siðferði og því sem við viljum, saman hvort það sé í tísku eða ekki. Haukur talaði líka síðan einhverja súsaða hlutspunga. Ég langaði bara að segja að þeir ekki það stænir. Ég smakkaði súra pungin á pappa senastu helgi og svo reyndi Haukur að komast upp með það, já, en þú veist, góði gestir. Ég mun eflaust koma eftir að segja að þau geti alveg ráðið því hvort að þau taki þátt í tískunni eða ekki. Og það alveg rétt hjá þeim. En hún bara svo normalisíð og okkur finnst þau ekki til þeirra ef við tökum ekki þátt í því. Og það vandamálið við hana. Við eltum tískuna til að þóknast öðrum. En ég aðalhugur nenni þess ekki lengur og ætla að reyna að vera meira ég sjálf. Og ég mæli mér að þið öll gera það líka. Nema þið ekki, please, ekki vera meira þið sjálf. Meðmælandi andmælanda talaði í 3 mínútur og 59 sekúndur. En næstu upppontu stuðningsmaður meðmælanda, Andrea, þú 4 mínútur.
Þú hefur 1 mínútu. Hálf mínúta, 30 sek. Fundarstjóri, dómarar, afmælendur og aðrir góðir gestir. Hvað veldur svona miklu mótþróa í kvennu þegar svo fullt af fólki gerir eitthvað sem þau fíla? Nei, af hverju vita þau betur en allir aðrir í heimi? Því það sem fer í tísku, fyrir tísku því fólk fílar. Fólk tengir við eitthvað, finnst eitthvað skemmtilegt. Nei, ég skil ekki þennan málstað. Því ef þau vilja vera raunverulega á móti tísku og útrýma henni alveg, bara banna öllum að fylgja því sem fyrir tísku, það bara skilja ekki hvernig. Því tíska sem fyrirbæri það djúpt grafin í mannin að það væri bara ekki hægt. Hjarta eðli okkar krefst þess að við leitum samfélags og tökum þátt í því sem það gerir. Og mér sé ef ykkur tækist að gera það. Útrýma alla tísku úr manninum og gera alla gjörólíka hvorum öðrum. Þá yrði það bara nýja tískan. Það væri bara í tísku að vera öðruvísi. Bara til þess að vera öðruvísi. En, ok, ef þau vilja ekki útrýma henni, ef þau vilja frekar bara dansa í kringum pólinn sinn og vilja öðruvísi tísku, bæta hana eða bara breyta henni, þá það bara nákvæmlega hvað tíska gengur út á. Því tíska í raun bara speglun á samfélagum hvers tíma fyrir sig og hún breytist með okkur. Það sem var í tísku þegar mamma var í menntaskóla við þróast í það sem ég klæði mig í dag. En það var samt ekki tísku fyrir mömmu að klæðast því sem ég klæðist. Því tíska öðruvísi milli aldra, milli hópa, milli landa og milli tíma. Og við ættum að krefjast þess og beita okkur fyrir því og hún breytist fyrir því betra. En þú gerir það ekkert með því að mæla á móti fyrirbærinu. Því á endanum snýst þetta ekki föt, einhver trend eða útlit, heldur snýst þetta fólk. Löngunina til að tilheyra, til að tjá sig og til að sjást. Hvernig viljið í alvörunni vera svona hellisbúa hvernig þið lifðu lífinu við nútíma? Þú veist, allt þess að hlutir verða vinsælir, myndir þú ekkert geta tekið þetta dæmi þar sem við sem samfélags þróumst með tísku. Hvað rök eigi þetta að vera? Hvernig sagði fólk ekki bara að vera að sjálft? Í hvað heimi hjálpar
Vandamálið er ef þið haldið að fólk eigi að finna sjálft sig án þess að fá nokkuð tímann áhrif frá neinum. Ef allir eigi að vera þið sjálfur áhrifa frá öðrum, þá væri það bara nýja tíska. Ég skilji ekkert í ykkur. Kristína talaði að vera komin í tísku að vera hægri sinnaður, já, og á öðrum stöðum er í tísku að vera vinstri sinnaður. Ok, þannig hvernig þú kemur hérna upp og fílar greinilega ekki hægri sinnað fólk, en þú meira samt líka móti vinstri sinnað fólki. Og nei, þetta er ekki eitthvað lúpból til að vera meira það síðar. Góðir gestir, kannski það sem pirrar hvernig við tísku ekki tískan sjálf. Þetta er svo staðreynd að þú minnir okkur á hvað við erum öll berskjöldu fyrir hvert öðru. Að við erum mótanleg, að við verðum fyrir áhrifum, að við sjáum eitthvað hjá öðrum, finnst það nett eða fallegt og viljum prófa. Viljum vera eins. En er það svo skammarlegt? Er það ekki bara hvað lífið gengur út á? Að læra hvert af öðru, taka eitthvað með sér, breytast og halda áfram. Því við mótumst ekki sem manneskjur í einangrun, heldur mótumst við í ljósi hvers annars. Stuðningsmaður meðmælanda talaði í 4 mínútur og 4 sekúndur. Næstur í pontu er stuðningsmaður andmælanda, þú hefur 4 mínútur.
Þú hefur 1 mínútu. Grötusvík.
Þið geta ekki bara valið sér eina hlið af umræðunni, heldur þurfa þið að standa með og verja allt ógeð sem tíska stendur fyrir. Eftir að hafa hlustað á það sem þau hefur borgið á, vil ég spyrja þau nokkrar spurningar sem þau verða að svara eftir hér, allavega einn. Númer 1. Hvernig getið þið mælt með barnatelpum sem skyndidískufyrirtækin reiða sig á? Og ekki reyna að segja þetta tengist ekki umræðunni af því þessi fyrirtæki eru bak við 70% af allri fataframleiðslu í heiminum sem hefur bein áhrif á umræðunni kvöldsins. Númer 2. Snýst umræðunni kvöldsins bara föt? Ef svo, hvernig stoppar tíska bara við föt? Hvernig getur skoðanir, hegðanir og gerðir ekki verið í tísku? Númer 3. Viljið þið almennt meira af þessari hjarð? Finnst ykkur ekki nógu mikið af þessu? Eða viljið það að allir fylgi því sem er í tísku? Og hver á þá búið nýja tísku ef allir fylgjum á því sem er inn í dag? Númer 4. Hvernig eigum við að finna það sem við raunverulega viljum ef við fylgjum alltaf því sem er í tísku hverju sinni? Góður fundarmenn, tíska þrífst á þeir sem eru óöryggi með sig sjálfa. Fólk sem hefur ekki fundið sig. Við stöndum með þessu fólki. Við viljum að þetta fólk finni það sem þau raunverulega eru og brjóti sig úr kassanum sem tíska stimplar þau í. Því tíska lofar frelsi en krefst samræms. Hún segir þér að vera þú sjálfur svo lengi sem það hentar því sem er í tísku. Það er ekki frelsi, það er blekking. Við eigum ekki að byggja sjálfsmynd okkar á einhverju sem breytist á nokkurra mánaða fresti. Við eigum að byggja hana á okkar skoðunum, því sem okkur finnst, það sem skiptir okkur máli. Því þegar ekkert er lengur falið er spurningin ekki hvað er í tísku, heldur hver ertu þegar tískan hverfur. Andri hélt áfram að tala um að tískan breytist, en það er þversögn. Tískan breytist ekki, fólk breytir ekki. Tíska í eðli sinni er stöðvun, svo það gengur ekki að mæla með henni því fólk er að fara á móti henni. Þið þurfið bara að mæla með tískunni sjálfri. Andrea lætur eins og það sem er algengt er það sem er í tísku. Þú veist, aldrei rök í liðinu mínu eru algengt að vera ljósætur. Það sem er ekki í tísku, það er bara satt. Eftir spurði spurninga og ekki koma svör. Hvernig ætlum við að breyta tískunni? Eftir það er enginn að breyta heiminum, bara benda á partavanum sem er hreint út sagt ógeðslegur. Hvernig ætlum við að tryggja að allir séu eins? Nú eru þið að ruglast á leiðinni. Það eru þið sem mælum með því að allir fylgi tískunni. Við viljum að fólk sé það sjálft, óháð því hvað er í tísku. Vandró. Þar fengið við sveppina og væntanlega á Telegram hitt og Andrea, við erum ekki á móti því að fólk sé hægri á vinstri sína. Við erum á móti því að fólk velji stjórnmálahreyfingar af því það er í tísku. Það var að svara því sem við actually sögðum og FG sagði að vera ráðum hvað er í tísku. Voruð þið á fundinum þegar var ákveðið leik ársins 2006? Ég veit að ég var það ekki. Því vitið hvað tískan sagði að vera leitur ársins? Hvítur uppáhaldslitur, hvert er hvítur? Og svo reyndi Haukur að komast upp með að segja fólki að stunda bara hóflega neyslu. Þú mælir með tísku. Af hverju keypti Kristján 40 með Móbís? Því það var í tísku. Af hverju kaupir fólk meira og meira fötum frá skyndidrykkjufyrirtækjum? Því það er í tísku. Þú getur ekki mælt með einhverju sem ýtir undir ofneyslu og sagt okkur svo bara hlust ekki. Eftir reyndi að banna okkur að tala um tískuiðnaðinn. Tískuiðnaðinn í keppni tísku. Andrea spurði síðan hvort við vildum útrýma tískunni alveg. Þú veist, ég var alveg til í að útrýma pressunni til þess að vera eins og allir aðrir og undirstöðu tískuiðnaðarins, en við vitum báðar að það er ekki hægt, enda ekki falið í okkar ból. Ég væri eins og til í að útrýma þér. Andrea, varstu stelpa? Þér veistu ekki svarið svo ég sé bara á þér að mamma misti ekki, hún grýtti þér í vegg. Góður gestir, þetta snýst ekki bara föt. Þetta snýst hvort við tökum ábyrgð á eigin ákvörðunum. Hvort ætlum við að fylgja straumnum eða taka ákvörðunum sjálf. Ég veit hvað ég vil og ég veit að ekki vilja það líka. En því miður hafið þið tekið afstöðu með heimi þar sem við eigum ekki að fara gegn straumnum. Allt í nafni tískunnar. Þið getið falið þetta á bak við einhverju útúrsnúninga, en þetta er það sem þið raunverulega tala fyrir. Stuðningsmaður andmælanda talaði í 3 mínútur og 58 sekúndur. En nú er að koma stutt dómarhlé og það er mjög mikilvægt að hleypa keppendum og dómurum fyrst
og svo getið þið staðið upp og teygt úr ykkur og svona.
En þetta var ekki botni.
Ok. Nei. Flippa. Já, hann var þannig. Veitu, hvað varst að gera? Ok, byrju. Það er hægt að finna út úr því. Nei, svona. Já, ok. Svona. Já. Er það ekki live núna það? Jú, ok, núna er þessi Gucci bara. Núna? Já, veistu af hverju það slöktist? Æ, hann rakst í snúruna eða bara... Já, þetta er spennt. Takk. Hvað er bara vinga frá svona hérna? Hæ Íris! Hæ Íris!
Herri, velkomin aftur eftir dómarfrí. Keppnin heldur áfram. FG Fennó. Næstu punkti frummælandi meðmælanda. Fundustjóri, ég mætti í dag í góðum fíling með fyrstu ræðu kvöldsins og hélt mig eftir að ræða. En svo er því bara eitthvað að spæka kortisol mitt og jafnmassa. Nú veit ég ekki alveg hvað hefur kvenskalegnir hérna hér með lifi í, en við í FG búum í raunveruleikum. Og ég get ekki sitja á með lengur, því andstæðingar minn skortir alla tengingu við einmitt raunveruleika. Þú leggja fáránlega kröfur á hvaðra umræðið og reyna að bóta hólur í konceptið að hlutir verða vinsalir meðan póllinn þeirra gjata sig. Nú, eftir menntaskóla, hef ég að gera fyrirtæki í dag. Kannski hamborgarastaða, fatamerki og ég var ekki langt með þetta, en nei, hvernig ætlum að fá að drepa þessa hugmynd frá fæðingu því hvernig á nokkur maður að geta ekki fyrirtæki ef við ættum að fara í tísku. Bara ættum að catch up. Ég veit svarkvæmlu og fyrst þegar farin að skrifa hvernig hefur hugsað hvað var gaman? Hvernig hefur djammið í þessum heimikar? Þú veist, mig, Binna, busa ársins, langar bara alltaf áfram að taka 8 og 9 vissar komandi á, en þér var ekki á móti því. Ok, tökum það lengra. Hvað það gerist fyrir ríkissjóð ef við ættum að fara í tísku? Þú veist, það var bundið tísku að ferðast til Íslands, sko. Samkvæmt Hagstofunni var ferðaþjónusta 8,1% af vergri landsframleiðslu Íslands og á meðaltali 31.300 manns í ferðamannagreininni. Svo það er hratt, náðu þessi örugglega. 8,1%, 31.300 manns, allir að missa vinnunum. Náðu þessi örugglega. Því það fyrirtækjum fækkar og fólk missir vinnuna, þá hrynja skattheimtuna líka. Á sama tíma þarf ríkið að borga út meiri atvinnuleysisbætur og standa meiri félagslegum kostnaði. Sjáu þið ekki að við fokkið í atvinnulífinu, veikið skattstofninn og aukið atvinnuleysi, þá getur Þorgerður Katrín í ESB ekki komið ríðandi nokkuð hvítum hesti að fokkin bjargtíma. Ok, förum að skilja fyrir umföruna. Hvernig bara að keyra skepna um upptalningarstigri að stæma hlutum í tísku og bara fá að sleppa því að tala fyrirbæri sjálft. Umræðefnin tíska, ekki stjórnmál ofneysla hlutir tísku. Það tíska. Það að eitthvað getur að vinsælt og hvort sé gott eða slæmt. Hætti að flýja frá mannstæðanum ykkar og fara að væna tísku. Gulla stóð pontu og fór með rangkostur í 4 mínútur. Við erum ekki mætt hingað að mæla mútið því að fólk þurfi að fylgja tísku. Við mælum bara með því að hlutir geta verið vinsalir og þið mælum út því sem alveg galið fólk. Ok, quick answer test sem dómararnir elskar það. Númer 1, við mælum ekki með baktrælkunum þar sem það bæði stafar af mannréttindabrotum fyrirtækja og ekki umræðnið. 2, tíska snýst á hluti meira vinsalir. Ég veit ekki alveg hvað þið fengur það en við verðum að segja að tíska verði bara flöt. Fucking MSLs, meira tísku. Hafið þið ekkert verið að hlusta á okkur. Við viljum að tíska sem fyrirbæri sé til, hvort sem það meira að minna magni. Og 4, enn og aftur, það eru þúsundir af tískum dómum. Vertu þú sjálfur og finndu bara þína tísku. Ég meina, hversu hot er að vera nýs? Ok, spurningasvarar og einn sem ég að segja Oh brother, this guy stinks! Hvernig spurði af hverju þú tísku? Vistu, halleluja, þú þarft ekki að fylgja þessari vinsæl. Við viljum bara að hlutir meira vera vinsæl og treysta á mannfólkið stunda hóflega neyslu á meðan. Þið viljum bara útrúma fyrirbærinu út af einhver geti mögulega nýtt sér að vonda hluti. Hversu fokkin barnalegt. Mér finnst andstæðingar mínir aðeins að miska umræðið. Núna tegur busi á sig línuna. Tíska er það að hlutir að vinsælir. Við erum ekki að tala hlutir að sjáa, þetta er tísku. Hvernig segir að við þurfum að vera á móti öllu því vonda í tísku. Ok, en bæði mæli því að móti öllu því góða og öllu tískureifingunum sem er mæla mótið í slæma. En burt frá því, þá nenni ég ekki svona það er ekki yfir það. Það er ekki uppfangasvíð og fyrir nefnt fleiri tískubylgjur sem stíga sem tól. Þannig kann maður því bara fara að mæla móti fyrirbærinu sjálfu, tísku.
Hvernig, wow. 70% af öllum klukkum. Horfið yfir salinn. Það ekki fræðilegur möguleiki að 70% af þessu fólki af sér hlutum voru framdað barni í Bangladesh. Hvernig vilt bara vera móti því að stjórnvöld menn það síðar, góða gestir, ég botna bara ekkert í könnum. Þau mættu hingað í podduna mína til þess að mæla mútið vinsælt með pól, beðan og engunum og sand. Heimur á tísku er ekki bara að væri fyrir velvíðan og bara alveg þessi að þetta líka snúa efnahamantísu 12 og veit ekki miklu, minnst það bara frekar fokkin léleg hugmynd. Ég vona innilega hvernig og fara að nýta síðustu ræðu sínar og koma aðeins betri fokkin hug og minnst það helviti hæpið. Því undir sandinum ekkert annað en bara meiri sandur! Frummælandi meðmælanda talaði í 3 mínútur og 57 sekúndur. En þá vil ég bjóða frummælanda andmælanda upp í pontu. Hefur hann 4 mínútur, Dóra? Eða hann hefur 4 mínútur. Tú hefur 1 mínútu.
30 sekúndur.
að tíska sé góð því hún breytist. En það er ekki tískan sem breytist, heldur er það fólk sem breytir henni. Með því að fara gegn henni og fylgja sjálfur sér. Ef þú ætlar að mæla með, þá gengur ekkert að tala bara um að fólk fara á mótina og þess vegna sé hún geggjur. Mæli með tísku í eðli sínu, mæli með hjarðhegðun, mæli með stöðnun, mæli með tísku. Númer 2, það að tíska sé bara að vera hluti verða vinsælis. Það gengur ekki að tala bara um bókstaflegustu skilgreininguna á efninu og sleppa því að tala um áhrif tískunar, þrýstingur til að passa inn, hjarðhegðun, tísku iðnaður. Þetta fellur allt undir ykkar pól. Númer 3, að tíska verði alltaf til, en það er engin ástæða til að mæla með henni. Rasismi verður örugglega alltaf til, en maður mælir ekki með rasisma. Eða hvað eftir? Númer 4, það sem er í tísku er það sem fólk fílar. Já, vissulega, nema þegar hún er ákveðin á stórfyrirtækjum sem hafa bara hagnað í huga. Eða þegar hún ýkir hlutina þá þeir eru farnir í öfga. Eða þegar hún lætur fólk sem er ósamlega fara með henni og endurspeglar þá ekki þeirra skoðun. Svo, nei, hún er það bara ekki. Ekki ætlar greinilega bara að sleppa nefna slæmu hlutina í tísku. Eins og það sé eitthvað jákvætt við hana. Tíska er svona svipað konsept og gasklefar, nýtt til þess að gera alla eins, dauða. Núna er komin tími til að þið hættið að gramsa í svarmöndinni og svarið spurningunum okkar. Þó svo þið mæli með afmerkjum hluta af tísku, verðið að mæla með heildarumræðinni. Og eftir ég hefur bara verið að flýja í allt kvöld, geta þau gefa okkur eina gilda ástæðu fyrir að við mælum með tískunni, svona í alvörunni. Ég bið bara með eina ástæðu. Binnis að tíska skapaði mikil... Meirum þetta síðar. Góði gestir, tíska er til þess fallin að ná okkur. Eðli hennar er bókstaflega að láta okkur fylginni, láta okkur líða illa fyrir að taka ekki þátt í henni. En ef við finnum hver við erum, finnum það sem við viljum, þurfum við ekki að tilheyra lengur. Við viljum hjálpa fólki sem telur sig knúið til þess að það elta hjörðina. En ekki, nei, þau vilja bara horfa á þau þjást og því gæti ég aldrei mælt með. Frumvarpandi andmælanda talaði í 4 mínútur og 1 sekúndu. En næst upp í pontu vil bjóða meðmælanda, þú hefur 4 mínútur.
Eina mínútu. Þú hefur 30 sekundur. Come, let's watch the rain and see it's falling down. Hæ, fundustjóri. Fyrst og fremst vil ég fá að segja ykkur frá svolítið. Svo please, góður. Ég fékk smá pétist hérna fyrir hér, af því ég myndist á það atvik þar sem ég lifði líf kvenskapings. Svo í hérnum fór ég að finna mig. Krakkar, ég fann minn samastað. Ég fann minn samastað sem var byggt til í Gothgirl. Ótrúlegt að ég sé bara að fatta þetta núna. Í staðinn fyrir að eltast lengst í tískuna, þá leit ég bara aðeins út fyrir boxið. Ég tók rúntið niður skeiðu sem að hafa komin í garðabænum með bönns og þar blasti við mér sem fagra sjón. Svo byggt hér í Gothgirl sem ég nátt svo monster. Ég elska þetta. Svo hér ég, mættur sem gangandi gothic fashion icon og kvennómælir á móti því. Meira að segja á mæla á móti tísku alveg, bara alveg eins og leggur sig. Og þegar kvennómælir á móti tísku alveg eins og leggur sig, þurfa þau að mæla á móti allir tísku sem þýðir að öllu því sem verður vinsælt þurfa þau að mæla á móti. Bæði konseptin er eitthvað sem vinsælt. Konseptið að byggt hér í Gothgirl séu vinsælar, af hverju það er vinsælt, af hverju byggt hér í Gothgirl séu vinsælar og svo cherry on the top, fyrir bara einhver sjálfu, byggt hér í Gothgirl og ég skil bara ekki af hverju þau myndi gera það. Málið er sko með skvera meginn og þau hugsa ekkert lengra en TN, 6M og Happy Hydrate en dröm svo miklu meira en það. Þetta er líka litla menningaheima sem finna sig knúna til þess að segja skemmtilega frasa sem er tísku. Þetta
Það snýst líka að mæla múti í hárgreiðslunum minni, þar sem greiðum ekkert eðlilega fösumri. Hvað? Og ég bara safna hári og ekki klippa það? Engin tíska, engin táning. Engin þíska, engan táning. Ég hef eftir að mæla með þessu. Tíska, veistla, frasa, geðveikt, skinnfeitt, aldrei veika mig. Gamla góða bragðið. Ok, hvernig á að keyra þessu keppni á svona 30 mismunandi pólum. Fyrstnefnið ofnæstur, svo hjarðhegðun, svo stjórnmál og svo tverjan topp Dubai fucking chocolate. Hvað með það fylgið einum ból? Þessi keppni algjört snúsfest. Andræðan, hann að klæða úr peysinu og koma að spá í þetta keppnaði. Hvernig sagði ég að maður fylgdi alltaf að vera í tísku? Það þarf ekki að vera alltaf í tísku að fylgja ykkur megin ströms tísku. Auðvitað finna sem er fyrir þrýsting til þess að falla í ákveðin hóp, en það ekki tískunni sjálfur að kenna, heldur hópþrýstingi og óöryggi innan ákveðin hópa. Þetta er svo mæla á móti tótti bara því að gælur hvernig og nota bara pennur. Já, hvernig líkama sem elítan bjá til loksins sjáuði raunverulega valda. Kapitaliska elítan, ekki tíska, heldur gráður, corporate vestræni forréttindapessan, ekki tíska. Hei, komið bara til okkar. Jú, komið bara. Hvernig sögðu virkilega að tíska og gasklifar væri það saman. Býtu, er Hjalli Poppermann bara Adolf Hitler og þú veist, bara Krissi Poppermann Goebbels, þú veist, það er ekki. Býtu, heyrðu þið fyrir að byrja að tala Labubu og Dubai chocolate í svona 4 efnisgreinar. Bæði eru hlutir í tísku, ekki umræðefnið, heldur tíska. Það er hlutir megi verða vinsælir. Svo er þetta eitt astalegasta pension brand sem ég séð og heyrt. Hvernig vill augljóslega bara mæla á móti öllu sem er tísku. En ekki tískunni sjálfri. Umræðefnið er tíska, ekki hlutir sem eru inn í dag. Vá, svakalegt kúk í samleikaðurum. Þú veist ekki náttúrulega hvað það er, sko. Kristín nefndi að þegar hún var lítil bar hún sig saman við vinkonur bróður síns. Jæja, með þetta síðan. Góði gestir. Af hverju segir maður alltaf góðir gestir eftir sögur? Er það kannski út að það er í tísku? Var ekki skrítið að segja, ég er komin á okkur, eða ég var að klára svör, hún ætli bara að klára ræðinu mína. Býtu, hvernig og gert það að segja góði gestir? Þannig að ég heiti Haukur, ég var með tísku og ég er góðfísk. Bye bye. Meðmælandi talaði í 3 mínútur og 54 sekúndur. Næst að bjóða meðmælanda andmælanda upp í pontu. Þú hefur 4 mínútur.
Þegar þú sek. Anyways, ég hef alla tíð mikið áhuga á því að sauma.
Ég elska að sauma fyrir Sín. Það er sérlega gott kjörsjálf í starfsmönnum og mér líður alltaf svo vel í vinnunni. Ég var líka eins starfsmaður mánaðarins og fikk halva íslenska krónu í bónus. BAKKA! Ég elska þessa vinnu sko, oh my god. Ok, hann farinn? Ok, forstjóri Sín var að sagði mér, ég vildi ekki elga hann, en nú skal ég segja hvernig mér raunverulega líður. Einn daginn var mér rænt frá fjölskyldu minni og hendi einhvern klefa þar sem ég var gefin saumavél og gaurinn sem rændi mig var bara eitthvað "Já, hittar hann fyrir Babalíma!" Þannig ég sagði eitthvað "Já, hittar hann fyrir Babalíma!" og hef ekki stoppað síðan. Það er ekkert bara eitthvað 2 veikindadagar á mánuði þarna. Ég var bara svo heppinn að forstjórinn elskar Morfís, þannig að hann leiði mér að keppa. En allavega, ekki þurfa að verja þessi fyrirtæki sem eru legit bara eitthvað að brjóta alla alþjóðasamninga heimsins. Eða þú veist, eitthvað, ég veit ekki, ég er ekki vísindamaður, ég er bara 6 ára krakki sem vinnur fyrir Sín, en þú veist, ég veit alveg að þau vilja ekki svara fyrir þetta. Ég meina, 8% af allri heildarlosun gróðurhúsalofttegunda stafa frá þessum iðnaði. Allt eitthvað til þess að geta verið ný tíska. Ég skil það ekki. Síðan kom það líka ógeðslega illa fram með okkur. Ég meina, sjáu þið hendurna mínar. Það eru svo grænar, því græn er í tísku. En af hverju eigið þið ekki að svara fyrir þetta? Eins og tíska birtist okkur núna, þarf að vera einhver iðnaður á bakveðna. Hún er bara orðin það stór. Haukur vildi meina að tíska segir bara hvað er vinsælt í samfélaginu. Ha? Og Biblían segir manni bara sögur og hafði engin önnur áhrif. Þegar þið mælið með tísku verður þið væntanlega að mæla með áhrifina líka. Svo Andrea mældu með óöryggi, hjarthægðun, fordómum og barnavinnu í næstu ræðu eða slettu því að koma til pontu. Haukur, vel gert að verða gott ætlan. Það er ekki í tísku að vera gott, svo vel gert að fara á móti tískunni. Ekki, það gengur ekki að segja fólki bara að finna sína tísku. Hvað er mér langar að vera förri? Viltu bara að ég skipti skóla og fara í NH? Ég vil bara vera ég sjálf! Binni sagði að tíska skapaði mikla atvinnu. Veistu hvað skapa líka mikla atvinnu? Auschwitz! Fullt af fólki fengu vinnu við að útrýma gyðingum og enn þann dag í dag fær frendi minn vinnu þar. Ég er að safnurður! Ég vil þannig að mæla með Auschwitz! Ekki, það að hlutir verða vinsalir og óþvíkvort eins og góðir að slæmir er ekkert til að mæla með. Haukur, mér finnst þú ógeðslega sætur, en það væri líka alveg bónus að þú myndi segja hvað veit ég. Ekki, þið getið ekki eins og umræðina bara það að hlutir getur verið vinsalir. Þið verðið að mæla með henni allri. Eins og við sjáum hann í dag. Svarið þið fyrir iðnaðinn, ángreins í stakri ræðu. Svarið þið fyrir ofneyslu sem er afleiðing tísku. Svarið þið fyrir allt það sem þið mælið með. Ógeðslegu fíflin ykkar. Ekki að nennið plísa bara að tala um áhrif tísku. Þetta er eins og að taka heila keppni sígarettur og sleppa því að tala um krabbamein. Þetta er svo ótrúlega mikið tónlismningur. Væntanlega máttu gera hluti sem fyrir tísku. Þú átt samt ekki að upplifa þig neyddan til þess ef þú vilt það ekki. Þú átt að fylgja þér sjálfum án þess að hugsa um álit annarra. Haukur, þegiðu! Ég vil meina að allir hlutir geta verið í tísku. Gaur, ha? Er það góður hlutur? Þú viðurkennt sjálfur að þegar eitthvað er í tísku þá fylgir fólk. Viltu því alveg að fólk fylgir slæmum hlutum eins og heyrðan sig gluggmatching eða að vera ekki bara því það er vinsælt. Fréttastjóri, ég væri til í að vera önnur hlutur þú. Ég gaf það og fleiri en 2 nærbuxur og hendurna þar er ekki grænar. Ég væri til í að búa í Íslandi frekar að Malasíu, þar sem draumar geta farið í 3 mánaða kulnun ef þörf á. Og það sem lágmarkslaunin eru jafnhá og hjá margra ára reyndum skurðlækni í Úsbekistan. Þá gæti ég kannski loksins keypt mér nýjar nærbuxur. Meðmælandi andmælendataði í 3 mínútur og 57 sekúndur. Þá er komið að 2 síðustu ræðum kvöldsins. Stuðningsmaður meðmælanda, þú 4 mínútur.
Ég bað þetta. Það ekki að Una líka sínu. Hann var að setja þetta. Þetta voru við bara. Eina mínútu. Music. Fundarstjóri geðlæknirinn Abraham Maslow talaði að þörf okkar fyrir samfélag og það að tilheyra væri þriðja grunnþörf mannsins. Það aðeins á eftir líffræðilegum þörfum og öryggi. Við þurfum mat, við þurfum skjól, en svo þurfum við líka fólk. Við þurfum að finna að við séum hlutan, að við tilheyrum, og þess vegna skiptir tíska máli. Því það eitthvað djúplega mannlegt við það þegar margir finna það sama á sama tíma. Þegar lag er svo stórt að heill salur kann niðurlægt, þegar íþrótt, þáttaröð eða jafnvel eitt einfalt orð verður einhver sameiginlegur punktur sem fólk getur hist á. Þá hættir þetta bara að vera fullt af mismunandi einstaklingum og verður að samfélagi. Því þegar það fer í tísku, þá gerist meira en bara margir fíli sama hlut. Þá verður til eitthvað sameiningartákn sem dregur fólk saman. Fólk sem þekkist ekki neitt fæst í eina ástæðu til þess að tengjast. Og við höfum séð þetta gerast aftur og aftur og aftur. Þegar jazz fæddist úr sársauka og vor í svörtum samfélögum Bandaríkjanna var það meira en tónlist. Þegar ungmenni í London klæddust pönkinni voru þau ekki bara að velja sér jakka eða hárgreiðslu, heldur voru þau að finna boltann. Þegar tónlistarmaður fyllir hörpuna, þegar Íslandsmót í handbolta, þegar þjóðbúningar, dansar og hátíðar ganga milli kynslóða, þá erum við að horfa upp á sama dæmið. Allt í einu geta ókunnugir skilið þótt þeir koma gjörólíkum heimum. Og þetta gerist ekki bara á stórum sviðum, heldur gerist þetta líka þessum minni hópar
þurfi að prófa allt sem verður vinsælt, heldur þetta hvort heimurinn væri betri eða verri án tísku sem fyrirmæli. Því heimur án tísku heimur sem erfitt að sjá fyrir sig. Við vitum nefnilega ekki fullkomlega hvernig hann væri. En það sem við getum vitað að sá heimur væri sundraður. En að hlusta eitthvað á okkur, við höfum svarað þessu barnaþrælkunarrökum núna endalaust. Barnaþrælkun hörmuleg en hún stafar ekki af tísku. Leyfðu mér að spyrja, útgræðingar, hver var neyða við að segja? Var það tíska eða var það maðurinn? Mældu það mútið manninum en ekki tískunni sem hefur bara ekkert við að gera. Þannig að allt þetta við mælum með þessum iðnaði hjarðarhegðunar og ofleysnum orðið þreytt. Við höfum svarað þessu 1000 sinnum en allt þetta stafar af samfélagslegu viðhorfi, hlutum í tísku og var vondum fyrirtækjum. Tíska, það að leyfa hlutum að verða vinsæli, hefur bara ekkert til neitt þess að gera. Fokking þvaður. Þannig að spyrir af hverju þau megi ekki stoppa aðeins og andan. Það enginn að banna ykkur það. Við hvetjum fólk til að vera þau sjálf og áður en þú veist af því, þið ættu bara að finna þína tísku. Ok, núna er þetta gott. Hvernig heldur áfram að spyrja hver ræður eins og við erum ekki lýðveldi sem ræður sjálf. Í ykkar tískulausu samfélagi þurfum allir bara að passa að draga aldrei innflóðstur frá öðrum og fylgja ykkar takmörkum hvað má ekki verða vinsælt og hvað má það. Hver ræður það? Jæja, hvernig nú eigi eina ræðu eftir til að reyna að þrífa upp eftir. Frá Andreu til hvernig hér var. Það er að mæta okkur! Hvernig græða að spyrja hvernig? Hversu oft erum við að fara yfir það? Vondi kallinn í menginu, ekki tískur að kenna, heldur korplu takkagröðskur. Hvernig barnaþrælkur eru ömurlega en þó tíska myndi hverfa og myndi barnaþrælkur vera ennþá til. Mælum á móti barnaþrælkur, ekki tísku. Jæja, hvernig spurði hvort við græðum eitthvað? Í alvörunum, vistu þið bara af þeim sögutíma þar sem var það yfir réttindabaráttu kynjanna 1915, já, eða baráttu hörumstöka í Bandaríkjunum 1865. Á mörgum heimskulega, meirum það síðar, góður gestir, ímyndum okkar að salurinn þakri, að tónlistin hætti, að sameiginlegu augnablikin hverfi eitt af öðrum, að ekkert verði til sem fólk getur safnast í kringum, að allt sem við getum átt sameiginlegt sé tekið. Hvað situr þá eftir? Einstaklingar hver í sínu horni, fólk sem sér hvort hana sjaldar, skýrir hvort hana verð og tilheyrir ekki lengur. Og það er akkurat þess vegna sem þessi umræða skiptir máli. Því við sundrumst ekki með því að taka þátt, heldur þegar það sem sameinar okkur er tekið frá okkur. Stuðningsmaður meðmælanda talaði í 4 mínútur og 6 sekúndur. En nú vil ég bjóða stuðningsmann andmælanda upp í pontiðu úr 4 mínútur.
hefur 1 mínútu. Þrjátíu sekúndur. Fundarstjóri, í upphafi keppninnar spurði spurninga. Spurninga sem við fengum ekki svör við í kvöld. Og ég skil það.
Það er erfitt að mæta í ræðukeppni og verja málstað sem þrífst á slíkum viðbjóði og við höfum nefnt í kvöld. Hvað gerist yfir glötum gagnrýni hugsun okkar? Eitthvað sem einkennir manneskjuna. Það sem við höfum yfir allar aðrar dýrategundir. Ástæðuna fyrir því að við höfum reist skýjaklúfra, fundið upp internetið, hannað þessi borð, þessa stóla, þessa tækni. Þetta samfélag. Öll dýr geta fylgt jörðinni í blindni. En við erum ekki mögum skoðunum okkar í falleg orð, byggja hugmyndir á rökum og hugsa sjálfstætt. Við eigum að nýta það sem við höfum til hins allra ýtrasta. Því við gerum það ekki, endum við eins og þvertan á því sem jörðin hýsir. Við eigum ekki að fylgja því sem samfélagið segir okkur að fylgja. Við eigum að fylgja því sem skiptir okkur máli. Við eigum að klæðast því sem við viljum klæðast með það skoðun sem okkur þykir best og taka móti skoðunum annarra af virðingu. En það er ekki það sem tíska stendur fyrir. Og þess vegna get ég aldrei tekið afstöðu með því. Því án mótspyrnu verður engar framfarir. Ef við fylgjum alltaf ríkjandi venjum samfélagsins, stígur enginn á móti og skapar eitthvað. Það eina sem verður eftir er einsleiti. Samfélag þar sem enginn þorir að stíga út fyrir línurnar sem mennirnar mynda. Og það er ekki samfélag sem vex. Það er samfélag sem stafnar. Því allar framfarir í sögunni hafa byrjað á einhverjum sem þorði að fara gegn straumnum. Á einhverjum sem gat ekki sætt sig við að sitja bara hjá, að fylgja tískunni. Góðir fundarmenn, það er munur á því að fylgja og að tilheyra. Annað byggist á sjálfstæði en hitt grefur undan. Og þegar við veljum bara að fylgja í stað þess að hugsa, erum við ekki lengur að móta samfélagið, heldur erum við að stafna. Andra eyddi allir að reiðinni í að tískan leifir að tilheyra. En tískan leifir ekki öllum að tilheyra. Hún ákveður hver má tilheyra. Eftir réttu fötum, eftir með réttu skoðunir, því annars máttu ekki tilheyra. Andra sagði í alvörunni að tískuiðnaðurinn sé bara að misnota tískuna. En Andra hefur pælt í af hverju það er svona auðvelt að misnota. Kannski út af því að tískan býður bókstaflega upp. Hún skapar þessa endalausu þörf, þetta óöryggi, þessa tilfinningu þú verður að vera eins og hinir, annars ertu ekki nóg. Þess vegna nær tískuiðnaðurinn að senda þetta. Þess vegna mælum við á móti tísku. Haukur viðurkenndi að elítan bjó til tískustundið. En hann mælir samt með. Af hverju mælið neigurinn sem elítan getur stjórnað eins og hún vill? Andra er reyndar að eigna sér bara til svartra. Andra, þetta var mannréttindabarátta, ekki tískufyrirbæri. Skiptir svartfólkið bara máli af því það er grænmeti. Andra sagði að barnafylgjum var vandamál mannsins en ekki tísku. Andra, tískan er vandamál mannsins og hún er forsenda þess einas sem nýtir sér barnafylgjum það mest. Og jú, Haukur, þrýstingar tískunar er víst tískunni að kenna. Hvað ertu að segja? Andra sagði við þurftum að mæla á móti tilvist tísku. Síðan hvenær snýst málfísinn okkar tilvist? Ef umræðinu verið krampuðinn og ég er á móti, þá þarf ég að fara á móti eins og til. Við finnst verðið bara allt og fucking hátt. Andrea, allt hvernig við tala um afleiðingar tísku og í allt hvernig þú og Leifur samt að það teljist ekki með. Og svo byrjum við til þess að segja að heimur án tísku væri verð. Allur salurinn sér í gagnrýnina. Þú ert bara ekki að hlusta. Andrea, þú teilir ekki með því að herma eftir öðrum. Heldur með því að hlusta á sjálfan þig og finna þitt fólk. Andrea sagði að tískan væri bara það fólk sem saman. En ef tískan væri bara það að vera sammála, þyrfti þá heilan yfirnáð að bakveðra þetta að segja. Tíska er ekki náttúruleg samstaða, heldur henni þrýst á okkur og því miður fylgjum við allt og allt. Góðir gestir, ég ætla ekki að sætta mig við samfélagið eins og það er. Ég, ólíkt eftirlingum, gerir mig grein fyrir því að það er alltaf einhver þörf til framtíð. Ég gerir mig grein fyrir því að við öðrum þaldri heimins við gætum átt með að fylgja bara straumnum, með að elta tískuna. Því heimurinn þarfnast fólk sem þorir að gera það sem samfélagið vill. Sem þorir að hlusta ekki á eftir, sem þorir að fara gegn tískunni og í átt að bjartari heim. Stuðningsmaður andmælanda talaði í 4 mínútur og 0 sekúndur. Núna er aftur stuðdómur hér, örstutt og svo verða úrslitin tilkynnt, þannig ekki fara langt.
Sigurinn komst fram fyrst. Og liði. Ná því frekar S-a eitthvað. Varstu búin að segja S að námsinn? Nei. Ég veit ekki af hverju ég byrja, ég er svona gegn Ég veit ekki, það er kannski
komið. Takk. Það ekki tjatt. Það ekkert Jú, það chat. Nei, þetta er iPad, það er eitthvað app. Chat, ég sjáist ekki. Chat ekki til. Byrju, ok, ert þú á chatinu? Það chatið Nei, hér. ég kíka chatið. Og ég ætla að skella þetta okkar bæði. En það líka, þú veist, það ekki hægt að flippa kameru. Nei, ekki þetta. Oh my god, Þetta það er rosalega Ó, nei. skrítið chat. Chatið veit ekki hvað það til við. Við munum sjá eftir smá hvað er að segja. En heyrðu, ok, hvað eru þið að segja? Ok, chatið er lit. Lofastjórnin er að björga þessu. Já, það er bara hárið. Chatið er lit. Sóley, chatið er alltaf lit. Að eilífu. Er búið að tilkynna sigur? Nei, það er ekki búið að Ég skal tilkynna láta þið vita leið og það Gerist eftir skammastund. Örskammar. Örskammastund. Oh my god, þið unnur, Sóley segir takk. Lofa, er mér að þakka þessi bóð? Já, þakka, hann takk fyrir þakka, vá. Er chatið actually bara að live? Nei, alveg, þetta er Eiginlega læfnum. Ég ætla bara að líja, þú bara að segja eitthvað. Tíkis shoutout, Sóley. Já, Sóley, þú veist að ég get alltaf gefið shoutout. Kannski við unnur líka shoutout. Unnur ekki það fyrir þetta. Það eru 12 viewers. Chat, ok, láta þess vita, hver átti þessi að vinna? Ok, giveaway, gerum giveaway. Nei, ég á ekkert. Já, ekkert að gera. Takk fyrir shoutout. Ok, chat, hver átti þessi að vinna? Unnur líka hashtag one. Já, hún er number one fan. Má, hvernig er þessi við séum að livestreama eins og Já, eins og ég var alltaf þetta speed. Nei, Sóley, Nalli vill ég er að giveaway. Sóley! Ég var að horfa á mig tala. Það er ein Q&A, ok, förum í Q&A. Það eru komin 17 viewers. Það er bara að springa. Þetta er bara crazy, 17 viewers, Q&A, láta okkur vita. Bara skjótið okkur eða eitthvað. Skjótið ykkur. Fyrsta spurning, er komin inn, værar. Þetta er væra. Verður að svara þessu, já, ég myndi segja að verður frekar værar, það er spurninguna. Sóley var að spyrja, hvenær byrjaði að spinna? Spinna? Já. Þú bara fara Já, ég ætla bara að fara að spinna, eins og spitsit spinni. Dómarinn eru mættir. Styttist í sigurvegina. Ég ætla bara að fara upp á svið og halda áfram með þetta. Halda áfram. Ég veit það. Það er búið að þráta mörgum að setja. Við erum alveg að fara tilkynna úrslit, þannig allir að koma inn og allir að setja sér niður og koma sér fyrir. Allir komið inn. Ó, það var í. Þú passar streymið, þú passar streymið. Já, ok.
Ég vil kannski bara byrja á að þakka fyrir mig, þakka fyrir komuna. Takk fyrir að koma á Norðfískeppnina. Það voru mjög spennandi keppni en ég vil bara gefa 8 dómara 5 stigum. Let's go! Geggjaður salur, fókin gaman að vera þarna. Stemmingskeppni líka. Heildastíð voru 2829. Ég var alltaf meðmældur sko, en ég mest gaman af memmunum. Fólk finnir að Haukur var góð. Líka þegar aðlega var að tala pappahugs. Já, ég ætla bara að vinda mér í það. Birkir að fara eitthvað karaoke á línu. Ræðamaður kvöldsins var með 552 stig, sem var mjög flott. Næstu á eftir var með 547 og ræðamaður kvöldsins Haukur. Stigamunur á liðinu var 76 stig, sem svona frekar mikið. Dómarar voru ósammála. Refsistig voru 11 en komu ekki að sök og hvenær vann.